Við skulum nú reikna saman dæmi 8 og 9 og í dæmi 8 erum við með tvo sviga og þeir eru byggður upp á stærðum sem að innihalda A og B. Við förum sömu leið og áður þegar við margföldum saman þessa sviga. Við byrjum á að fara þessa leið hér í margföldun, síðan hingað, margföldun hér og margföldun hér. Og höfum sérstaklega í huga að það er mínus hérna í seinni sögunum. Þannig að við skulum þá byrja. Fyrsta margföldu okkar er A sinnum A. Það er þá A í öðru veldi. Annar margföldu okkar er A sinnum mínus 3B. Það er þá mínus 3AB. Þriðja margföldu okkar er plús 2B sinnum A. Það er plús 2AB. Og síðasta margföldu okkar er þá plús 2B sinnum mínus 3B. Það verður þá mínus 6B í öðru veldi. Og nú skulum við setja upp svarið. Venjan er sú að við byrjum á að setja upp veldin sem að, óþekktu stærðirnar sem að bera hæstu veldin. Þannig ég ætla að setja A í öðru. Byrjum hér. Ég get svo sett þetta hér, mínus 6B í öðru. Svo sé ég að miðjan mín hérna, miðjan í dæminu, er byggð á nákvæmlega sömu óþekktu stærðum. Ég er með mínus 3AB og svo er ég með plús 2AB. Og þetta má ég leggja saman og ef ég gerir það, þá myndi ég fá mínus 1 stærð af AB. Og þetta væri þá mitt loka svar. Þessi röð sem ég er að sýna ykkur hérna, hún er ekki endilega svo eina rétta. Þannig að þó þið hefðu til dæmis svara dæminu svona, A í öðru mínus AB mínus 6B í öðru, þá er þetta svar hérna nákvæmlega jafn rétt og þetta hér fyrir ofan. Ég bara bendi ykkur á að þetta er venjan þegar við skrifum upp svör í svona dæmum. En höldum nú yfir í dæmi 9 og við skulum hafa nákvæmlega sömu aðferðir í huga. Við byrjum á að margfalda hérna, förum svo margfaldum hér og hingað og endum að margfalda hér. Og nú höfum við mínus í báðum svigunum. Við verðum bara alltaf að hafa í huga að mínusinn fylgir tölunni. Þannig að fyrsta margföldu okkar, 2x sinnum x, verður þá 2x í öðru. Svo erum við annað, 2x sinnum mínus 4, verður þá mínus 8x. Þriðja margföldu okkar er mínus 3 sinnum x, verður mínus 3x. Og síðasta margföldið er mínus 3 sinnum mínus 4. Plús 12. Og nú skulum við einfalda svara okkur hægt er og ég sé strax að ég get einfalda miðjuna hérna. 2x í öðru verður óbreytt og verður hérna fremst og mínus 8x mínus 3x verða mínus 11x. Svo skrifa ég plús 12 hérna óbreytt í lokin. Og þetta verður þá okkar loka svar.